Fyrir réttum 3 árum hófst tilraunaverkefni heimaræktaðar skólamáltíðir í Mangotsi héraði í Malaví. Þá var haldin vegleg opnunarhátíð í þessum litla skóla Kankande. Verkefnið var kostað af Þróunarsamvinnustofnun Íslands og náði til 3 skóla í héraðinu en matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna World Food Program annaðist framkvæmd. Matarskortur er ein meginástæða fyrir lélegum námsárangri malavískra grunnskólabarna en matarskortur veldur líka varanlegri og óafturkræfri vaxtarhömlun sem er útbreidd í Malaví. Talið er að 47% barna yngri en 5 ára eigi við slíka vaxtarhömlun að stríða. With support from ICETA in 2012, WFP began this homegrown school feeding project. And what we've seen in the past few years is that this has really become a community development project. Sara segir að fyrir tilstuðlan Þróunarsamvinnustofnunar hafi tilraunaverkefnið hafist árið 2012. Hún segir að á þessum 3 árum sé ljóst að áhrifa verkefnisins gæti með margvíslegum jákvæðum hætti, ekki aðeins fyrir börnin í skólanum sem fái næringaríka máltíð á degi hverjum, heldur hafi það þróast upp í samfélagsverkefni með margvíslegum öðrum jákvæðum áhrifum í nærsamfélaginu. Þar á hún ekki síst við bændur sem eru helstu viðskiptavinir skólans og geta bæði gengið að öruggum markaði með vörur sínar og tryggt stöðugar tekjur. The way the program works is that through WFP and ICETA support, we're able to transfer funds to the district who then transfer that funding to the schools. Sara lýsir því hvernig verkefnið er unnið en í stuttu máli fer fjármagn til héraðsstjórna sem útdeila því áfram til skólana sem kaupa hráefni af bændum í nágrenninu, bændum sem eru í mörgum tilvikum foreldra barna í skólanum. Allar skólamáltíðirnar eru sem sagt unnar úr hráefni úr nágrenni skólana og öll framkvæmd er í höndum sjálfboðaliðar sem tengjast skólanum og samfélaginu í kringum þá. Í hverjum skóla er matarnefnd sem sér innkaup og eldamennsku, auk þess að sjá að nægilegt vatn og eldiviður sé til staðar. Matarnefndirnar og áhugasamt fólk úr samfélaginu var þjálfað í þeim ýmsu verkefnum sem nauðsynlegt er að inna af hendi. Nákvæmt bókhald er haldið og 2 nefndarmeðlimir þurfa báðir að skrifa undir ávísanir. Regluleg upplýsingagjöf er veitt til samfélagsins hversu mikla peninga nefndin hefur fengið, hversu mikið hefur verið keypt, hversu margir krakkar fá að borða og svo framvegis. Sara bendir á að ávinningur af verkefninu sé víðtækur og það ná að bæta menntun, bæta næringu og leiði til efnahagslegra framfara sem hafi þannig margföldunar áhrif á þróun í samfélaginu. This model has even been noted by the government as a viable way to create sustainable school meals throughout the country. Sara segir að með árangrinum í skólunum 3 sem Þróunarsamvinnustofnun styrkti fjárhagslega í upphafi verkefnisins hafi Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna geta sýnt fram á kosti slíkra heimaræktaðra skólamáltíða. Verkefnið hafi vakið mikla athygli annarra framlagsríkja, meðal annars Norðmanna og Brasilíumanna og nú sé verkefni rekið í 4 héröðum, skólarnir sé ekki lengur 3 heldur 79. Hún nefnir líka að ríkisstjórn Malaví hafi veitt verkefninu athygli og sjái fyrir sér aðferð til að tryggja öllum börnum í landinu skólamáltíðir með sjálfbærum hætti.